úthlutanir borgarinnar frá 1. janúar 2012 fyrir fjölbýlishús með fleiri en 5 íbúðum. Og fyrstu tekur til máls borgarfulltrúinn Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, undir þessum lið ætlum við að ræða lóðaúthlutanir borgarinnar frá 1. janúar 2012 og ég mun fjalla það á 5 ára tímabili. Ég hef svo sem séð það í fréttum að borgin sé að fara að byggja 300 stúdentaíbúðir sem mér nú kunnugt að sé nú ekki rétt. Það eru byggingafélag námsmanna sem að fara að byggja þessar íbúðir og fá lóðir til þess á næstu 10 árum. Þannig að ég veit ekki betur heldur en það hafi eingöngu verið skrifað undir vilyrði en ekki úthlutanir eða úthlutun á lóðum. Þannig ég ætla að einskorða umræðu mína hér við frá 1. janúar 2012 til 31. desember 2016 því það eru upplýsingarnar sem að ég hef fengið frá borginni þessar lóðaúthlutanir. Við höfum auðvitað rætt það margítrekað og skrifað það greinar hvað Reykjavíkurborg hefur staðið sig einstaklega illa í því að fjölga fjölbýlishúsalóðum með fleiri en 5 íbúðum. Og við vitum það, miðað við þéttingu byggðar, að þá það stefna borgarinnar að byggja fjölbýli. Við höfum líka ítrekað fjallað það að lóðirnar sem verið að byggja á eru lóðir sem eru búin að vera í höndum annarra aðila en borgarinnar í mörg ár, það er að segja fasteignafélaga og banka. Mikið af þessum lóðum var byrjað að skipuleggja árin fyrir hrun, síðan var stöðvun í þessu út af hruninu, sumar lóðirnar skipt hendur og það var síðan haldið áfram. En borgin hefur sjálf staðið sig einstaklega illa í því að fjölga og úthluta lóðum. Og samkvæmt upplýsingum sem ég hef fengið frá SEA hefur borgin samtals á þessu 5 árum einungis úthlutað 12 lóðum með fleiri en 5 íbúðum á 5 ára tímabili. 12 lóðir sem borgin hefur úthlutað fyrir fjölbýlishús með fleiri en 5 íbúðum á 5 ára tímabili. Þar af var helmingur þeirra eða 6 lóðir úthlutað á síðasta kjörtímabili og 6 þessara lóða var úthlutað á þessu kjörtímabili. Reyndar hef ég fengið betri skýringar núna á því frá SEA að það virðist sem ein af þessum 6 lóðum sem var talið með að hafi verið úthlutað á þessu kjörtímabili að það hafi ekki verið úthlutað af borginni sjálfri á þessum árum. Þannig í rauninni þetta 5 lóðir. Og þar af ein lóðin sem félagsbústaðir fengu úthlutað fyrir sambýla kampaðaði 5. Þannig í rauninni hefur á tíma þessa meirihluta í borgarstjórn verið úthlutað 4 lóðum fyrir íbúðarhúsnæði með fleiri en 5 íbúðum. En þetta allt öðrum að kenna hvað húsnæðisuppbyggingin gengur illa í borginni. Það hefur ekkert með það að gera virðist vera í hugum meirihlutans og þar með borgarstjóra að það þarf að vera til lóðir svo að sé hægt að byggja. Og það er ekki bara hægt að treysta á hvað fasteignafélögin og verktakarnir eru að gera í borginni, en svo við höfum ítrekað hlustað á, bæði hér á fyrirlestri niður í Ráðhússal og endalaust hér í borgarstjórn, þegar borgarstjóri þylur upp, og í fjölmiðlum, þegar borgarstjóri þylur upp hvað aðrir eru að gera í borginni. Fasteignafélögin sem eru búin að hafa þessar lóðir eða bankarnir í mörg ár. En hvaða lóðir eru þetta?
sem að borgin hefur úthlutað á þessu kjörtímabili. Ég ætla að byrja fyrst á því að fara yfir hvernig var úthlutað í rauninni frá 1. janúar 2012. Á árinu 2012 úthlutaði borgin engri fjölbýlishúsalóð með fleiri en 5 íbúðum, engri. Á árinu 2013, það er að segja síðasta kjörtímabili, úthlutaði borgin 5 slíkum lóðum. Á árinu 2014 úthlutaði borgin 2 slíkum lóðum. Önnur úthlutunin var á þeim tíma sem að fyrri meirihluti var og hin eftir að þessi meirihluti tók við. Þannig að það voru samtals 6 lóðir úthlutaðar frá 1. janúar 2012 þar til að þessi borgarstjórn tók við. Og ef við skoðum þessar 6 lóðir sem að meirihlutinn eða Reykjavíkurborg hefur úthlutað á þessu kjörtímabili á rúmum 2,5 ári, sem reyndar virðist vera sem ein þessara lóða hafi ekki verið úthlutað, heldur var framsal að ræða, og ein hafi verið til félagsbústaða sem í eigu borgarinnar, þannig að raunverulega hafi bara 4 lóðum verið úthlutað. Að það í fyrsta lagi að árinu 2014 var lóðinni Tryggvagötu 13 úthlutað. Og eins og við þekkjum, þá er það húsnæði byggingu í dag. Á árinu 2015 var einni lóð, eða í rauninni nokkrum lóðum úthlutað sem að eiga í rauninni að vera 8 íbúðir á. Það er að segja Mýragötu og Seljavegi. Þannig að það var gert ráð fyrir 4 sérbýlum og 1 fjölbýli með 4 íbúðum. Þannig að þegar að búið var að leggja nokkrar lóðir saman, þá var hægt að ná upp í þessa tölu yfir 5 íbúðir. Síðan var það árinu 2016 að þá fekk ég þær upplýsingar að það væri samtals 4 lóðir. Það var í fyrsta lagi Kampavað 5 sem er fyrir félagsbústaði þar sem á að byggja sambýli á, og borgarstjóri fór yfir það hér áðan að það stæði til að fjölga núna hjá félagsbústöðum bæði það sem verið byggt á Kampavað og Austurbrún, en miðað við það nú ekki byrja að byggja allavega í Kampavaðinu, og þá er spurning hvort að það verði tekið í notkun á þessu ári. Það er nú kannski ekki líklegt. Síðan er það Suðurljósbraut 68-70 sem er íbúðir fyrir eldri borgara, sem ég fékk nú reyndar skýringar af frá sig að hefði verið eitthvað framsal á milli, þannig að það virðist vera sem að það ekki verið úthlutað á þessum tímaborginni. Síðan er það Skógarvegur 16 sem var úthlutað til búseta, og síðan voru það Árskógar 1-3 sem er fjölbýlishús sem var, eða lóð fyrir fjölbýlishús fyrir 52 íbúðir sem úthlutaði væri félagi eldri borgara í Reykjavík og nágrenni. Hvort sem að þetta eru 4 eða 6 lóðir, og þá er þetta nær það auðvitað engri átt að það hafi eingöngu verið úthlutað 4 eða 6 lóðum á þessu kjörtímabili. Og það er síðan rætt það ítrekað af meirihlutanum, þá sérstaklega borgarstjóra, að húsnæðisvandinn í borginni sé einhverjum öðrum að kenna. Meirihlutin hefur staðið sig einstaklega illa á þessari vakt. Einstaklega. Við erum endalaust búin að hlusta á upptalningar, eins og ég sagði áðan, á hvað aðrir eru að byggja. Og þegar við í Framsókn og flugvallavinum fengum fyrst svar við fyrirspurninni sem við lögðum fram á þar síðasta ári, sem við fengum fyrst upplýsingar í byrjun síðasta árs, hvaða 10 fjölbýlishúsalóðir það væru sem að borgin hefði síðast úthlutað með fleiri en 5 íbúðum. Þá fengum við fyrst upptalningu aðallega á fjölbýlishúsalóðum þar sem að hefði verið úthlutað með 5 íbúðum, en við spurðum auðvitað ekki um það. En við fengum síðan svarið í febrúar í fyrra, þar sem var upplýst hvaða lóðir þetta væru. Og það náði aftur til ársins 2010. Þá, á sama tíma, lagði borgarstjóri fram yfirlit yfir þær lóðir fyrir samtals 1200 íbúðir sem hann ætlaði að fara að úthluta á þessu og næstu misserum, eins og kom fram. Og eins og þið sjáið, eða heyrið af þessu yfirliti sem ég farið yfir, að þá hefur ekki gengið vel að úthluta þessum 1200 eða lóðum fyrir þessar 1200 íbúðir sem borgarstjóri upplýst að það væri verið að fara að úthluta strax þarna í janúar á síðasta ári.
Þannig að ég ætla að biðja borgarstjóra það að þegar hann kemur hérna á eftir, að það þætti mér gott ef við þurfum ekki að hlusta eina ferðina enn á upptalninguna hvað aðrir að gera í borginni eða hvað á að fara að úthluta, því áætlanirnar og upplýsingarnar hafa ekki gengið eftir. Heldur af hverju það hefur ekkert verið úthlutað. Og hvað ætlar hann að úthluta núna í janúar? Það var ágætt að vita það. Það eru engar lóðir núna á sölu fyrir fjölbýlishús með fleiri en 5 íbúðum. Og flestar þessara lóða, eins og við þekkjum, sem á einhvern tíma seinna í nánustu framtíð að úthluta, að það er búið að eyrnamerkja þær ákveðnum aðilum, eins og stúdentum, eins og öldruðum, eins og búseta og svo framvegis. Ekki það að ég hafi neitt á móti því, enda þarf að fjölga hér íbúðum fyrir stúdenta sem borgin hefur dregið í mörg ára úthluta lóðum, eins og við þekkjum á fjölmiðlaumræðunni frá árinu 2010 og 2011 þegar Félagsstofnun stúdenta sagði biðlistarnir eru svona langir, þeir gætu verið styttri ef við fengjum lóðir. Þannig að ég frábið mér það að eina ferðin enn verði þuli hér upp hvað verður ykkur tíma seinna úthlutað og hvað fasteignafélögin að gera í borginni, heldur af hverju ósköpunum meiri hlutinn hefur staðið sig svona einstaklega illa í því að úthluta lóðum þegar húsnæðisvandinn í borginni hefur aldrei verið verri, miðað við upphafsorð húsnæðisstefnunnar sem var samþykkt árið 2011. Og annað, að það auðvitað ekki afsökun að borgin sé búin að bíða með úthluta lóðum að því borgin hefur verið að bíða eftir því að Alþingi eða ríkið myndi klára þetta frumvarp og síðan taki gildi þessi lög stofnframlögin. Það voru niðurgreiddir vextir áður og í sjálfu sér ekki mikill munur á niðurgreiddum vöxtum og stofnframlögum. Sérstaklega í ljósi þess, eins og við ræddum áðan, að Reykjavíkurborg hefur hingað til ekki innheimt byggingarréttargjald fyrir stúdentaíbúðir og íbúðir fyrir aldraða, en nú ætlar borgin hins vegar að gera slíkt og það kemur til vegna þessara nýrra laga. Af því að samkvæmt þessum lögum sem bera heitið almennar íbúðir, að þar kemur fram að meginregla sé sú að ríkið eigi að leggja fram 18% stofnframlag almennar íbúðar og sveitarfélögin 12%. Og samkvæmt lögunum getur stofnframlag sveitarfélaga falist í beinu framlagi, úthlutun lóðar eða lækkun eða niðurfelling á gjöldum sem umsækjendur ber að standa á skil á til sveitarfélagsins vegna íbúðanna. Þannig í rauninni núna, í staðinn fyrir að hafa formið það sama að stúdentar greiða eingöngu gatnagerðargjald og Reykjavíkurborg myndi þar fella það niður út af þessu 12%, að þá lagt á núna á að leggja á byggingarréttargjald til þess að borgin þurfi væntanlega ekki að gera neitt annað heldur en að fella byggingarréttargjaldið niður ef það nær þessum 12%. Þannig í rauninni á ekki að gera neitt af hálfu borgarinnar eftir gildistöku þessara laga, varðandi stúdentaíbúðirnar og íbúðirnar fyrir eldri borgara. Lóðamálin tengjast auðvitað þessum málum sem við ræddum hérna áðan biðlistan eftir félagslegu húsnæði. Það búið að taka langan tíma að byggja og samkvæmt upplýsingum frá Þjóðskrá Íslands fasteignamatinu þá fjölgaði íbúðum í Reykjavík eingöngu tæplega 1100 frá því árslok 2010 til ársloka 2015. Eins og borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir benti á hér áðan að þá vantar ennþá upplýsingarnar fyrir árið 2016. Þannig við vitum ekki hvað var klárað að gera margar íbúðir á síðasta ári. Og það er miðað við þessar upplýsingar hjá Þjóðskrá, miðað við fókhaldi. Þannig að þetta er ansi langur tími sem lítið hefur verið gert. Auðvitað skýrir hrunið margt af þessu, en ekki það að borgin hafi setið hjá og ekki það að borgin úthluti ekki lóðum og ætlast til þess að fasteignafélögin og bankarnir sjái þessa hluti sem eins og upphafsorð
húsnæðisstefnunnar byrja á. Því eins og við öll vitum að þá mun þétting byggðar hafa það í för með sér að þessar íbúðir sem verið að byggja á dýrustu stöðunum í borginni. Það bara einfaldlega þannig. Þannig að það ekki bara í félagslegum húsnæðismálunum sem meirihlutinn hefur ekki náð sér á strik, heldur hefur hann akkúrat ekkert gert varðandi lóðaúthlutanir fyrir utan þessar 4 til 6 lóðir sem hefur verið úthlutað núna á þessu kjörtímabili, sem auðvitað ekki neitt. Þá hefur borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið máli sínu og þá borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér efnt til umræðu lóðaúthlutunar borgarinnar sem einn og vissulega mikilvægur hluti af því sem við erum að gera í uppbyggingu borgarinnar, en afskaplega takmarkaður. Hann reyndar stærri hluti af umræðum uppbyggingu borgarinnar og veruleika borgarinnar heldur en flestra nágrannasveitarfélaga okkar. Þannig á Mosfellsbær nánast ekki neitt af landi innan bæjarmarkanna. Það í eigu einkaaðila. Sama má segja Álftanes, þann hluta Garðabæjar, og raunar Urriðaholtið og önnur stór uppbyggingarsvæði í Garðabæ ekki í eigu bæjarins. Kópavogur að vera búin með sín lönd. Og hvað ég að segja með þessu? Jú, að umræða lóðaúthlutanir afskaplega takmarkaður hluti af umræðu uppbyggingu viðkomandi sveitarfélaga og þróun hvort heldur atvinnuhúsnæðis eða íbúðarhúsnæðis. Mér langaði til þess aðeins að fara yfir þetta og kem síðan að því að svara beinum spurningum vegna þess að borgarfulltrúinn sveiflar sér milli þess að segja ég frábið mér að fá yfirlit yfir stöðu mála og spyr síðan en hvað og svo að úthluta mörgum lóðum á þessu ári. Og bara aðeins til þess að rifja upp af hverju við erum að ræða þetta og af hverju það þarf meira húsnæði, þá það alveg rétt hjá borgarfulltrúanum að það var algjört frost á byggingamarkaði og í fjármögnun uppbyggingar eftir hrun. Þetta hélst í hendur og borgin var á undan aðilum á markaði því að kalla eftir uppbyggingu sérstaklega lítilla og meðalstóra íbúða og þegar við skipulögðum fundi hér 2011 til þess að ýta við aðilum sem ættu lóðir á mikilvægum stöðum að þá var umræðan öll það að það væri svo mikið af tómu og auðu húsnæði, þau munu sjálfsagt eftir því, en það reyndist vera stórar íbúðir í útjaðrinum og ekki mæta þeirri þörf sem við þóttum greina á markaðnum. Höfuðborgarsvæðið ekki búið að byggja upp í þá þörf sem var vanrækt í þessu frosti ennþá. Og þess vegna þarf að byggja 5.000 íbúðir á höfuðborgarsvæðinu vegna íbúðarfjölgunar, vegna íbúðarskorts frá fyrri árum, en nú komin inn nýr þáttur sem eru áhrif ferðamanna. Síðan hægt að draga það frá sem þegar í byggingu, en þörfin 5.000, í Reykjavík 3.000 af þessu heildarmengi og því erum við að reyna að mæta í gegnum skipulag. En nú ætla ég að segja svolítið sem kemur þvert ofan í yfirskrift þessar umræðu sem beðir af hálfu Framsóknar og flugvallarvina. Það verður nefnilega að tala ekki bara lóðaúthlutanir, heldur byggingarheimildir. Mér að minna öll uppbygging í Kópavogi verður nefnilega ekki á grundvelli lóðaúthlutana, heldur byggingarheimilda. Það verri uppbygging? Nei, ekki endilega. Það var til dæmis verið að taka skóflustungu í dag eða gær fyrir eitthvað annað 100 íbúðir í Kársnesinu. Það ekki út af lóðaúthlutunum, heldur skilgreiningu byggingarheimilda í skipulagi. Og í haust var staðan svo að það var búið að samþykkja deiliskipulagi fyrir 5.500 íbúðir. Þar var búið að gefa út byggingarleyfi fyrir 2.000
og margir þessara reita eru sannarlega á hendi einkaaðila en margir líka á hendi samstarfsaðila borgarinnar í húsnæðisáætluninni. Við höfum lagt mat á það út frá þessum reitum sem samþykktir hafa verið í skipulagi, hvað í pípunum í þróun og í skipulagsmálunum og hvað aðilar segja okkur varðandi tímaáætlanir sínar, og það af þeim gögnum sem við ráðum að það séu metár framundan í byggingariðnaði í borginni. Við höfum reyndar spáð því nokkurt skeið að 2016 verði lægra heldur bæði árið á undan og árið á eftir, vegna þess að þannig liggur þetta einfaldlega í tíma, þau verkefni sem í gangi. Og við höfum líka undirstrikað að húsnæðisfélögin væru með sirka 40% af uppbyggingunni, þar að segja þau sem að byggja inn í húsnæðisáætlun borgarinnar. Og þetta eru þær 4.000 íbúðir sem eru í skipulagsferli, eða voru það í haust, sumt af þessu reyndar komið í gegn núna, og svo eru 8.000 í þróun. Og svona eigum við spár sem við reynum svo að fylgja eftir og aðstoða aðila við að komast af stað með verkefni sín, vegna þess að það er alveg rétt að okkur liggur á þessu. En það er spurt hér eftir því hvað er á leiðinu út á markaðinn, og á síðasta fundi borgarráðs fyrir jól að þá seldum við þarna lóð í Hraunbæ 103. Í borgarráði í næstu viku fjöllum við væntanlega tilboðin í Vesturbuktina, þetta eru 170 íbúðir. Og ég gerir ráð fyrir því að við verðum líka með tillögu lóðaúthlutunar á Kirkjusandi fljótlega, ég veit ekki hvort það náist í næstu viku, en á fyrsta ársfjórðungi förum við með lóðaúthlutanir í útboð þarna. En við erum auðvitað farin að úthluta bæði til ASÍ og erum að undirbúa úthlutun til Húsnæðis- og öryggisbandalagsins, Brynju, líka á Kirkjusandi. Frakkastígur 1 í deiliskipulagsferli, það er verið að vinna þar tillögur sem ekki ennþá farin í auglýsingu. Rúfreiturinn er auðvitað komin af stað. Sléttuvegurinn í undirbúningi á deiliskipulagi. Þar eru 100 íbúðir fyrir aldraða í skipulagi en við ætlum okkur að bæta við 80 á þessum reit. Við viljum líka fara út með næsta áfanga í Bryggjukverfinu á næstu vikum og þar höfum við séð fyrir okkur að bjóða í raun byggingarréttinn til kaups, þannig að viðkomandi uppbyggingaraðilar verði samferða okkur inn í deiliskipulagsferlið og reyna þannig að freista þess að flýta þessu ferli eins og kostur er. Þannig að þetta er það sem í pípunum út á almenna markaðinn, ef svo má orði komast í lóðaúthlutunum. En það er rétt að rifja samt upp að það sem lýtur á húsnæðisáætluninni líka í pípunum og þær úthlutanir munu líka vera áberandi á þessu ári. ASÍ að fara á stað við Urðabrunn og BSIB í samvinnu og upp í Spöng og hér skipulagið sem núna á lokametrónum fyrir það. Við erum líka búin að gefa vilyrði fyrir einn af lóðunum við Kirkjusand til ASÍ og BSIB og höfum gert ráð fyrir því að þau komi líka inn í uppbyggingunum við Nauthólsveg. Íbúðir fyrir eldri borgara eru í byggingu í Mánatúni og fara vonandi af stað í Stakkahlíð. Það þurfti að endurauglýsa þetta skipulag að kröfu skipulagsstofnunar eins og borgarfulltrúa Sjálfsmuna og síðan við Sléttuveg eins og nefnt var áðan. Við Suðurlandsbraut grund komin af stað með 74 íbúðir og í Árskógum félag eldri borgara með 50 íbúðir. Það getur verið að við munum fjölga íbúðunum upp í Árskógum. Félag eldri borgara og búseta hafa báðir haft áhuga á því eftir að hafa rýnt hönnunina og byggingarréttinn. En ef við förum aðeins yfir mál búseta þá munum við geta gengið frá samningi Keilugrandann leið og skipulagið liggur fyrir, 78 íbúðir þar.
Smiðjuholtið er auðvitað á fullu. Þar úthlutuðum við ekki lóðin en gerðum hennan samning 20 einingar fyrir félagsbústaði eins og rakið var áðan. Við Skógarveg úthlutuðum við lóð fyrir 20 íbúðir fyrir búseta og 50 sem gæti orðið alltaf 72 upp í árskógum 57. Þá eru ónefndar lóðir sem við úthlutuðum til búsetu fyrir Reynisvatn. En stúdentaíbúðirnar eru auðvitað stór hluti af þessu, mikilvægar fyrir ungt fólk, en mér finnst afar undarlegu málflutningur borgarfulltrúa Framsóknarflokksins einhverjar tafir af okkar hálfu varðandi uppbyggingu stúdenta. Það er nú frekar þannig að við höfum verið að þrýsta á bæði Háskóla Íslands að gefa eftir lönd og svæði fyrir uppbyggingu stúdentaíbúða innan HÍ-ritsins og sýndum fram á það með sérstöku rammaskipulagi að það væri hægt og þetta er núna að ganga eftir og við höfum líka verið að þrýsta mjög á að Háskólinn í Reykjavík fari á stað með sína reiti og höfum klórað út úr ríkinu reitinu fyrir kennaraháskóla sem er að fara í uppbyggingu fyrir stúdenta. Og það er reitur á Vístagarðareit þar sem á að byggja 220 íbúðir og 70 hjá Gamla Garði. Þarna er stúdentaíbúðareiturinn og þetta er tilbúið í deiliskipulagi og verið er að útbúa útboðsgögn fyrir þetta þannig að þessi úthlutun kemur á næstunni. Það er búið að opna stúdentagarðana í Brautarholti 7 og Háskólinn í Reykjavík var að fá fjármögnun í gegnum stofnframlög fyrir fyrstu 112 íbúðirnar og ætti þannig að komast á fullt í hönnun og undirbúningi framkvæmda og þá úthlutum við þeirri lóð. Í Stakkahlíðinni þurftum við að endurauglýsa eins og áður sagði en gerðum viljayfirlýsingu þá lóð við Byggingafélag námsmanna og þau tefldu fram óskum það að við myndum rýna nokkra reiti til viðbótar með þeim sem við höfum fallist á vegna þess að við viljum gjarnan að Byggingafélag námsmanna sé í færum til þess að byggja meira og hraðar. Vesturbuktin er að klárast í þessu samningskaupaferli jafnvel í næstu viku. En þar hefur verið talað að vera meðal annars með stúdentaíbúðir. Síðan höfum við veitt vilyrði til Félagsstofnunar stúdenta fyrir uppbyggingu stúdentaíbúða á Skerjafjarðarlandinu sem við fengum afsalað í ágúst síðastliðnum og sérstakur starfshópur er að vinna greiningu og skipulag fyrir þessa uppbyggingu. Nú það er síðan of langt mál að rekja þau verkefni sem eru að fara af stað á vegum einkaaðila sem eru bæði sölu- og leiguíbúðir allvíða en ástæðan fyrir því að mat okkar sérfræðinga sé það að byggingamarkaðurinn verði með mörg og stór verkefni í Reykjavík á þessu ári er það, eins og ég rakti hér í svari til borgarfulltrúa Sveinbjargar Birnu Sveinbjörnsdóttur áðan að Vesturbuktin, Barons- og Laugavegsreitir, Spöngin, Suðurmjódd, Félagsstofnun, HR, Kennaraháskólareitur, Úlfarsárdalur, Nauthólsvegur, Rúfreitur, Kirkjusandur, Vogabyggð, Kilugrandi, Árskógar, Skógavegur og Hlíðarindi getur allt og verður allt á fullu í hönnun og vonandi byrjun uppbyggingar á þessu ári og hér er bara verið að taka verkefni með 20 íbúðum eða fleiri. Það eru auðvitað fjölmörg önnur minni verkefni og safnast þeirra saman kemur í því efni. Þannig að þessi mál verða áfram fyrir þeirra mikil væntanlega hér í sölum borgarstjórnar en ekkert síður á dagskrá borgarráðs þar sem að frekari plögg sem þessu snertast, samningar, úthlutanir og svo framvegis verða auðvitað til formlegrar yfirferðar. Nú er borgarstjóri lokið máli sínu. Það er allavega ekki fleiri nöfn hér á mælendaskrá og veit ekki hvort að umræðu telst lokið. Já, ég býst við því, ég þekki það ekki. Hafa einhverju fleiri óska eftir því að taka til máls undir þessum dagskráli? Fulltrúar minnihlutans eða Framsóknar og flugvallavinna árita sér rétt til bókunar og einnig fulltrúar meirihlutans.
Halldór Halldórsson hefur óskað eftir því að taka til máls. Gjörðu svo vel. Já, forseti og góðir borgarfulltrúar. Það má segja að við höfum kannski tekið hluta þessari umræðu undir liðnum félagslega leiguíbúðir. Og hér var farið ágætlega yfir stöðuna. Mér langar samt til að koma aðeins inn á þetta með lóðamálin og bara rifja það upp í þessu samhengi. Alltaf mjög margt af því sem að borgarstjóri fór hér yfir er auðvitað, svona, maður upplifir þetta alltaf aftur og aftur svona nokkurn veginn sömu glærurnar í þessu og margt af þessu og flest allt er bara hinn bestu verkefni og ekkert undan því að kvarta. Það sem við höfum hins vegar talað er það að þetta gengur mjög hægt af því að það er bara þannig með þéttingarsvæði eins ágæt og þau nú eru og við erum auðvitað styðjum það að byggðin verið þétt í borginni að þá bara tekur þetta langan tíma. Og á þessum tíma sem er liðinn, þrátt fyrir miklar yfirlýsingar í húsnæðismálum fyrir þetta kjörtímabil, að þá hefur þörfin aukist, verðhækkunin hefur orðið, jafnvel óeðlilega mikil, verðið er að þrýstast upp og það hefur ekki verið tekið undir þær tillögur okkar í minnihlutunum því að bæði höfum við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins flutt slíka tillögur sem og borgarfulltrúar Framsóknar og Flugvallavinna að taka fyrir svæði sem er tiltölulega einfalt að skipuleggja og brjóta undir lóðir eins og til dæmis við að stækka verulega Úlfarsárdals svæðið með til dæmis fjölbýli, meira fjölbýli og á svæðinu nær Bauhaus heldur en er gert ráð fyrir. Það hefur ekki verið tekið undir það. Það myndi auðvitað með því að úthluta fleiri lóðum, þá auðvitað slaknar aðeins á þessari miklu þörf. Og það er ábyrgðar hluti að setja húsnæðismálin í þá stöðu, sökum lóðaskorts, að verði þrýst svona mikið upp. Það er það. Og ef ég tók rétt eftir bara sem að vitni nú í þau gögn sem að borgarstjóri var hérna með áðan sem er væntanlega klærur sem að kannski við getum fengið, ég veit það ekki, að þá séum við að tala 2016 til 2017 á höfuðborgarsvæðinu þörf fyrir 5.000 íbúðir. Og það kom fram í máli borgarfulltrúans Guðfinnu Jóhannu Guðmundsdóttur að frá 1. janúar 2012 að við erum úthlutað 6 lóðum í Reykjavík fyrir fjölbýli með fleiri en 5 íbúðir. Þannig að við þurfum að taka upp þessar tillögur okkar aftur að það verði úthlutað lóðum á svæðum þar sem er tiltölulega einfalt að úthluta lóðum, tiltölulega fljótlegt. Af því að þörfin er bara miklu meiri heldur en það sem er í gangi núna. Og margt af því sem að hér er í áætlunum borgarstjóra er ekkert að verða veruleika næstu ári. Það er svo langt í það. Þess vegna tel ég að við eigum að skoða þetta og borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna talaði hér áðan jafnvel að því að það væri það margir á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði einhleypir. Hvort það mætti byggja sérstaka blokk fyrir þá einstaklinga. Það er auðvitað ekki í takt við húsnæðisstefnuna en það er auðvitað eitthvað sem maður má auðvitað ræða hvort að það sé ástæða til þess að gera það sérstaklega en það er auðvitað svo ítrykki það og ég held að það sé nú samhljómur meðal okkar allra að það er ekkert sérstaklega góð reynsla af því að vera með mjög mikla einsleitni í slíku. En þetta er eitthvað sem maður mætti auðvitað skoða og ég fagna því auðvitað að það eigi að koma það tillaga í borgarráði eins og borgarfulltrúi nefndi. En tökum okkur nú tak og úthlutum fleiri lóðum. Stækkum hverfi upp í Úlfarsárdal. Við erum ekki að búa til ný hverfi. Úthlutum þar fleiri lóðum og tökum svolítið slakan af þessari miklu hækkun sem er að verða á húsnæðismarkaði sem er bara orðin þannig að fólk bara ræður bara illa við þetta. Þetta er orðið allt of dýrt fyrir fólk. Og þar getum við komið inn í með því að úthluta fleiri lóðum.
Þetta snýst allt framboð og eftirspurn þegar upp staðið, þó að borgarstjóri hafi reyndað að neita því í viðtali við Viðskiptablaðið fyrir svona 1,5 ári síðan, ef ég man það rétt, að þar vildi hann taka lögmáli framboð og eftirspurn úr sambandi varðandi lóðamáli. Ég er ekki sammála því. Það var reyndað varðandi lóðaverðið, svo því sé til haga haldið. Ég er ekki sammála því heldur, vegna þess að fyrir svona cirka 20 árum þá var lóðaverð svona 4–5% af verði íbúðar í fjölbýlishúsi, en er komið vel yfir 20% í dag með við tölur Samtaka iðnaðarins. Þannig að auðvitað hlýtur það að hafa áhrif á húsnæðismarkaði. Og lóðaframboð hefur líka áhrif á húsnæðismarkaði. Ég hvet ykkur svo sem til þess að mótmæla mér í því, en þannig er það. Ég trú ekki öðru en að meirihlutinn taki undir það einfalda lögmál að þannig virkar það. Og að því að virka þannig, þá þurfum við að gera betur í úthlutun lóða. Þá hefur borgarfulltrúi Halldór Halldórsson lokið máli sínu og þá hefur ekki fleiri hvatt sér. Jú, borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, gjör svo vel. Forseti, borgarfulltrúar, ég þakka fyrir þessa umræðu og upplýsingar frá borgarstjóra og vænti þess að við fáum glærurnar sendar. Eins og ég sagði hér í fyrri ræðu þá erum við búin að hlusta margoft á upptalningu hvað á að fara að gera í borginni, en ég trúi því og vona að þetta sé árið sem að eitthvað breytist. Að það verði klárað að úthluta þessum lóðum sem búið að ræða núna síðustu árin hér. Og ég tek undir það sem að borgarfulltrúi Halldór Halldórsson sagði, að auðvitað hefur þessi lóðaskortur borgarinnar valdið því að fasteignaverð hefur hækkað. Og auðvitað hefur eini staðurinn sem margítrekað bent á sem hefur í möguleika borgarinnar að úthluta lóðum eins og til dæmis fyrir ungt fólk í Úlfarsárdalnum. Þar er verið að fara í innviðauppbyggingu sem kostar mikið og þar er tækifæri til þess að fjölga. Því við vitum það öll að fasteignaverð er dýrt í miðbænum, þó svo allar kannanir segja að unga fólki vilji búa í miðbænum, að þá er stundum ekki hægt að gera allt það sem maður vill. Og unga fólki hefur ekki efni á því að búa hérna, því miður. Það er bara þannig. Það verður kannski einhvern tíma seinna, en það er ekki á meðan að fasteignaverð er í þeim upphæðum sem að það er í dag. Það eru fáir sem ráða við slíkt og sérstaklega ekki ungt fólk. Þannig að það sem að borgin getur gert, það er að fjölga húsnæði fyrir ungt fólk í Úlfarsárdalnum. Við vitum auðvitað að vandinn er stór og það hefur verið rætt að það vanti 5.000 íbúðir. Það er spurning hvort það sé ekki fleiri því það er talað að vanta milli 1.000 og 2.000 íbúðir fyrir stúdenta. Það vantar tæplega 1.000 íbúðir fyrir þá sem að biðlista hjá félagsbústöðum, en auðvitað færist það til þegar fólk fer í húsnæði sem byggt en það eru ansi margir sem í ólöglegu húsnæði og margir sem geta ekki flutt til dæmis úr foreldrahúsum. Þannig að það getur alveg verið að þessi tala 5.000, hún sé miklu hærri og mér finnst það ekki ólíklegt. Miðað við það að það var gert ráð fyrir því í aðalskipulagi Reykjavíkur að það þyrfti 700 íbúðir á ári og miðað við tölurnar sem að fasteignamatið hjá Þjóðskrá var búið að skrá af íbúðum sem hefur fjölgað upp í fokhældi á 5 ára tímabili, þá voru þær 1100 sem er rúmlega 1 ár. Það eru auðvitað búið að veita byggingarleyfi og það var sett met í útgáfu byggingarleyfa hjá borginu á síðasta ári, en það vantar þessar tölur hvað voru margar íbúðir fokhældar í Reykjavík á síðasta ári og vonandi fara þessar upplýsingar að birtast hið fyrsta. En við þurfum það þarf að gera betur, heldur en hefur verið gert og borgin verður að úthluta lóðum. Ekki bara hafa það á áætlun, korter í kosningar sem er eftir rúmt ár að síðasti veturinn fyrir kosningar að þá verður farið í það að setja alltaf full speed að úthluta lóðum og gera eitthvað í húsnæðismálunum sem hafa verið vanrækt því miður allt og lengi. Þá er borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið máli sínu og þá er borgarstjóri síðastur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn.
Langar bara örlítið að koma inn á þetta sem hér var nefnt og haft eftir mér að ég teldi að framboð eða lögmálið um framboð og eftirspurn gilti ekki þegar að lóðir og fasteignaverð var annars vegar. Það er ekki rétt eftir haft. Ég þvert á móti gagnrýnt í raun upplegg sem að stafni til kemur frá verktökum og samtökum iðnaðarins sem hafa gagnrýnt lóðaverð og haldið því fram að það sé leiðandi varðandi þróun fasteignaverðs sem eins og við öll vitum hefur hækkað. Það er rangt og í viðtalinu sem að væntanlega verið að vísa í Viðskiptablaðinu kemur þetta nokkuð skýrt fram þar sem ég segja að mér finnst hugmyndur að lóðaverð sé leiðandi verðmyndun fasteigna svolítið gamaldags og vísa á Adam Smith sem er enda bara í lok 18. aldar sýndi fram á að verð myndast þannig að verð myndast á markaði. Það var Marx sem hélt í fram að það veri safn af vinnustundum, spýtum, nöglum og svo framvegis. Það sem ég var að draga fram var að lóðaverð er oftar en ekki afgangsstærð. Fasteignaverðið er eins hátt verð og sá sem selur viðkomandi fasteign fær á hverjum tíma og staðsetningin skiptir þar mjög miklu máli. Þegar nýjar eignir að ræða þá er lóðaverðið í raun fasteignaverð mínus byggingakostnaður. Svona afgangsstærð og heilda fasteignaverðið ræðist mjög mikið af staðsetningu. Capacent hefur greint þetta fyrir okkur og dregur þetta bara mjög vel fram. Að þegar fasteignaverðið lækkaði að þá lækkaði lóðaverðið. Þannig að lóðir sem voru jafnvel keyptar á mjög háu verði áður, eins og vissum svæðum inn á höfuðborgarsvæðinu, þær bara seldust alls ekkert á því verði að því að fasteignaverðið dróst saman og þar með klemmdist lóðaverðið milli vænts byggingakostnaðar og fasteignaverðs. Svolítið flókið en mikilvægt að skilja. Og ef að einhverju mistu þráðinn í þessari útleggingu, að þá vil ég vísa þeim á viðtal við forseta bæjarstjórnar Hafnarfjarðar, Guðlaugu Kristjánsdóttur, sem framfór á Hringbraut í ágúst síðastliðinn. Það rakti hún nefnilega að Hafnarfjarðarbær hefði lækkað lóðaverð á 2 fjölbýlishúsum með það að markmiði að ná fram lægra íbúðaverði. Hvað gerðist? Viðkomandi verktakar fengu þessar lóðir sem á mjög góðum kjörum, þar sem bærinn sló af, en eins og haft er eftir inni hér á Hringbrautavefnum, með leyfi forseta. Í Hafnarfirði eigum við 2 nýleg dæmi fjölbýlishús þar sem bærinn lækkaði lóðaverð og íbúðarnar á báðum stöðum eru með hæsta fermetraverð í manna minnum. Þar lækkaði sveitarfélagið sína tekjur en íbúar fá í sinn hlut mjög hátt kaupverð tilefnum lýkur. Guðlaug er að benda á það í þessu viðtali að lögmálið um framboð og eftirspurn gildir fasteignirnar. Og það hefur engum, hvorki samtökum iðnaðarins, minnihlutanum í borgarstjórn í öðrum, tekist að leggja fram dæmi það að verktaki hafi ekki reynt að fá hámarksverð í sínum viðskiptum burt sér frá því á hvað hann fékk lóðina. Þetta er nefnilega lögmálið um framboð og eftirspurn sem ég held að gildi þetta. Þannig að lóðaverðið eltir fasteignaverðið en ekki öfugt. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu, þá hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarstjóra og það er borgarfulltrúi Halldór Halldórsson. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, bara aðeins meira þetta og kannski höfum við ekki tíma til þess að fara mikið nánar út í þetta. Við höfum gert það svo á fyrri fundum. Að lóðaverð sé ekki leiðandi í fasteignaverði, heldur ráði fasteignaverð lóðaverði. Ef ég skildi þetta rétt, að það
það á auðvitað við til skemmri tíma að sjálfsögðu. En til lengri tíma litið, þá hefur það að sjálfsögðu áhrif á allan fasteignamarkaðinn. Það hefur áhrif á allan fasteignamarkaðinn, lóðaverðið, og það skiptir máli hvort að það er 4% af verði íbúðar eða yfir 20%, og lóðaframboðið, og auðvitað ekki síður lóðaframboðið. En til skemmri tíma, þá auðvitað hefur það voðalega lítið að segja að útluta einhverjum 2-3 lóðum á lægra verði ef það er svo frjáls verðmyndun á öðru leyti, á frjálsum markaði. Að sjálfsögðu er það þannig. En til lengri tíma litið að þá er það bæði lóðaframboðið og lóðaverðið sem hefur áhrif á fasteignamarkaði. Að sjálfsögðu. Þannig að segja það að verð skiptir ekki máli, að lóðaverðið skiptir ekki máli, hvað skiptir þá ekki heldur máli hvað hráefni kostar í bygginguna? Skiptir ekkert að þessu máli. Þetta raðast auðvitað allt saman og myndar heildarverðið. Og þegar við horfum á þetta til lengri tíma, þá þyrftu sveitarfélögin auðvitað að vera samstíga í því, ekki síst hér á höfuðborgarsvæðinu, að bæði að hafa hæfilegt framboð lóða, og það þarf Reykjavíkurborg að taka sig á, og að gera sem best í því að ná niður lóðaverði. Af hverju? Vegna þess að það er skortur á húsnæði, og vegna þess að það er bara allt og dýrt að kaupa eða leigja húsnæði. Þess vegna á eiga umræður hér að snúast um það hvernig við getum snúið því við, hvernig við getum haft áhrif á það til lengri tíma litið að sjálfsögðu. Og umræðan hér hefur snúist um félagslega leiguíbúðir, þar er verið að stýra verðinu og niðurgreiða, og það er auðvitað ákveðin hópur á okkar borgurum sem að þarf á þeirri þjónustu að halda, og því er ekki einu sinni sinnt nægilega vel. Nú er borgarfulltrúi Halldór Halldórsson lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn. Já, borgarfulltrúin heldur byggilega á málstað Marx í málinu, sem hélt einmitt fram að verð væri samansett af þeim þáttum sem að verða til dæmis við byggingu hús. En þó að það séu kannski framandi aðstæður, að þá vil ég biðja borgarfulltrúum að velta fyrir sér til dæmis Ísafirði eða einhverjum öðrum stað sem afsannar einmitt þessa kenningu, vegna þess að fasteignaverð bara víða land er lægra heldur en byggingarkostnaður. Og þess vegna er lóðaverðið ekki neitt víða land, vegna þess að byggingarkostnaður er hærri heldur en fasteignaverð. Og þar getur komið upp svo skrýtna aðstæða að það sé bæði húsnæðisskortur og enginn tilbúin að byggja, vegna þess að byggingarkostnaður er hærri en fasteignaverðið á viðkomandi stað. Og auðvitað er ég að nefna aðstæður sem að borgarfulltrúinn sem fyrrverandi bæjarstjóri Ísafirði þekki mæta vel. En staðan fasteignamarkaða út landið og samband þess við lóðaverð er einmitt dæmi sem að allir ættu að skilja til þess að átta sig á því í hvaða skilningi lóðaverð er afleidd stærð. Og menn geti raun bara spurt sig byrjun við, þyrfti þá, ef að lóðaverð er afleidd stærð, þarf þá að borga nánast verktökum fyrir að byggja á viðkomandi svæðum? Og svarið er já, það hefur sumstaðar verið gert erlendis sem hluta byggðastefnu að borga fólki fyrir að byggja á stöðum þar sem fasteignaverð er lægra heldur en byggingarkostnaður. Það er borgarstjóri lokið að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Halldór Halldórsson. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Við getum rætt kenningar út frá Karl Marx eða Adam Smith eða hverjum sem er, en að sjálfsögðu þá hefur verðmyndun á markaði, hún raðast saman af mörgum þáttum. Stundum er eitthvað sem að kosta lítið í framleiðslu mjög verðmætt á markaði, við vitum það alveg. En við horfum á þennan markað og þetta er skemmtilegt dæmi sem að borgarstjóri tók hér frá Ísafirði. Og þá rifjast bara upp fyrir mér að það byggðist upp lítið hverfi inn í Fjarðarbotninum, þetta tímabil sem að ég var bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar.
Og hvernig gátum við komið því að stað? Jú, það var með því að það var tekin sérstök ákvörðun það að lækka lóðaverð. Lóðaverð hafði verið náttúrulega ekki nálægt í eins hátt eins og á höfuðborgarsvæðinu en kannski miðað við landsbyggðarsveitarfélög þá hafði verið ansi hátt. Og það var tekin ákvörðun það að gera eins og hafði verið gert í Hveragerði og einhvers staðar víðar, að bara keyra lóðaverðið niður. Því að það þyrfti svo sárlega á því að halda að einstaklingar getur fyrir að byggja. Og það var gert og það þýddi það að einstaklingar fóru af stað og byggðu. Þetta er svona reiðbakamunin í því að fólk treystir til að byggja, einmitt á markaðsvæði eins og borgarstjóri lýsti, það sem að byggingarkostnaður er því miður hærri en markaðsverð íbúða. Þannig að þarna hafði lóðaverðið eitthvað að segja og þetta hefur alltaf eitthvað að segja. Þá er borgarfulltrúi Halldór Halldórsson lokið við það að veita andsvar öðru sinni. Þá er andsvörum lokið og einnig umræðu þennan dagskrárlið. Við göngum til 3. dagskrárlið.